ég kannski átta mikið á því fyrir en ég eldri að ég kannski orðinn 15 ára að fatta ég að langa minni fyrsti Íslandsmeistarinn í skák árið 1913 og ég verið Íslandsmeistar í skák fyrst 2023 sem 110 árum setna takk fyrir. En þetta svo galið að Ísland á 16 stórmeistara. Þú veist það eru 2000 stórmeistarar allra tíma og Indland sem með 90 stórmeistara núna með 1,5 biljón manns. Veitu hvað þér, eru bara 2000 stórmeistarar? Já, allra tíma. Allra tíma. Bara síðan, og þú ert einn af þeim? Ég einn af þeim. Dagurinn með byrja þannig að mamma mín hleypir inn herbyggju og öskrar yes! Og þessi ég vann milljón og vann hún milljón í háskólalottóinu eða eitthvað. Mamma hún öryrki og á ekkert mikið bakland og svona og hún kom með 980 skall í netgjúruskuld sko. Það var eitthvað sem orðaði þetta svo vel að ég hef dátti bara í taugaáfalli beinni. Sem hún náttúrulega bara í áfalliðri vinnan, ég bara trúi sig ekki, skilur. Bara ég að vinna besta gæja, ekki bara heims í dag og síðustu 15 ár, heldur, þetta bara besti skákmaður allra tíma, skilur. Vignir Vatnar Stefánsson, verður velkomin til minni spjallið. Já, takk fyrir það. Og velkomin heim aftur til Íslands. Ég veit að þú ert nýlendur svona tiltölulega frá, hvað þetta, heimsmeistaramót í Doha? Já, heimsmeistaramót í Katar, akkurat Doha, í Ador Haðskák. Já, einmitt. Sem ég voru að búa til myndbönd sem fóru heldur betur út allt. Það eiginlega magnuðustu viðtökur sem ég búin að fá við þessu, sko. Já, ég skal trúa því. Ég einn þeirra sem einhvern veginn bara að kynnast þér núna í gegnum Instagramið þitt. Og eins og ég sagði við áður nú kveiktum á myndaválunum að ég ekki mikill skákmaður, en mér finnst skák mjög cool. Mér finnst það var orðað bara þannig. Mér finnst svalt að vera góður í skák og svo svona áhugaveri karakterar síðastlinnum árum til þess að Magnús Carlsen, hann gera rosa mikið fyrir skákina og svo kemur þú og ert svona með þennan skemmtilega presens að mér finnst, það er bara ótrúlega gaman að fylgjast með þér út í Katar og þannig að ég baði þig að koma og til að fá að kynnast þér betur og hinga ertu mættur. Sjálfsögðu, ég var ekki að fara að neita því. Nei. Ég nú bara að fylgja þér allavega í 2 ára, ég búin að vera mjög mikið aðdáandi þessa hlaðvarps sko. Frábært, gaman að heyra. En byrjuð þá bara á byrjunni. Hver Vignir Vatnar? Já, ég ætlaði sé ekki bara eitthvað svona skáknörd í blóðinu og síðan svona eitt og annað gerist og maður svona átt að sjá að maður vill kannski vera ekki bara eitthvað skáknörd, skilurðu. Já. Og vill þá geta gert eitthvað aðra hluti til þess að vera ræktinni og koma vel fram og eitthvað svona skilur. Ég svona bara svona skáknörd í blóði en reyna að sjá hina hlutina líka sem kannski ekki mjög algengt hjá skákmennum. Það oft bara svona, við erum með skákverð frá okkur, það bara, svona þetta. Þetta bara okkar 64 reytir, fókusur bara á þetta. Ég vill ekki alveg vera bara í þeim pakka. Ég held að það sé góð lýsing. Ég var að hugsa á meðan þú varst úti, sko, ætli þetta truflan ekkert, þú veist, fókusin að þú varst duglegur að svona reportera frá því sem var að gerast á mótinu og alls konar sem að þú varst að upplifa og sjá og hvernig skákirnar þeir voru að fara á þetta og svona þannig að maður svona það læddist að mér svo hugsun eru allir sammála því að skákmaður eigi að vera þú veist ekki bara ultrafókusaraðar á mótið sko en vera á Instagram að þú veist. Ég held að enginn sé sammála því, ég held að allir myndu akkurat að gera þetta ekki svona sko. En ég hafði bara svo gaman að þessu sko, síðan líka pælingin sko, ég tek hennan Óskar með mér, Óskar Hákonarsson sem nú vinur minn líka og hann sendir á mig, hann að byrja sér fyrirtæki og eitthvað með content og þetta og ég bara já, heyrðu, gerum þetta bara. Ég tek þetta í Katar og rándir flugið og þetta og ég veit ekkert hvað að fara að gerast sem svo fyndið í þessu, þú veist, ég að taka gæja með mig til að taka upp skák. Já. Veist, hann kom gægjart með þér til að taka upp content. Já, til að taka content í kringu skák og ég veit ekkert hvað við erum að fara að gera þannig sé eða hvað skilur, hvernig byrja content í kringu skák á þetta dót. Ég bara að taka eitthvað áhættu bara og vona, og þetta var náttúrulega fór fram úr björtustu vonum sko, þetta fór bara út allt og fólk hafði ógeðslega gaman að þessu. En þetta var náttúrulega algjörlega, ég hef ekki hugmynd hvað þetta væri að fara að gera sko. Ég bjóst bara við kannski 1000-2000 manns eða kannski, væri kannski að fylgjast með þessu eða eitthvað. En það væntanlega sko, í skákinni, ég meina sérstaklega svona framanna þegar að menn að byggja sig upp og klifra upp stígan eins og sagt að þá það kostar mikið, þess ferðalög og allt þetta, þannig að það mikilvægt að vera með bakhjarla og til þess að vera með ánægða bakhjarla þá þarf maður að vera svolítið með presens og akkurat. Þannig að þetta helst kannski hendur í það. Ég sé að þú ert alveg
Þú veist að sulla hérna í því kollab og Já. mertur kölska og Já, algjörlega, ég er mjög þakkláttur fyrir það, sko, ég er náttúrulega búin að tefla sem var bara 5 ára, sko, Já. bara hefur ekkert hægt og ég er náttúrulega búin að fara til, ég held í 45 landa akkurat eins og stendur og það er meira og minna allt fyrir skák, sko, þú veist, það var ekkert, þannig að það hefur kostað sérslega að var yngri, sér náttúrulega hefur maður verið stórmeistari á kannski, en maður náttúrulega fá þetta frítt alltaf skýrjum að fyrir bóð og mót og eitthvað svona skýrjum loksins fara að borga sig eitthvað svolítið upp, sko, en það var náttúrulega mjög mikilvægt þegar ég var yngri að fá þessa styrki og allt þetta, annars hefði þetta aldrei gerst, held ég. Farið með mig aðeins í svona bara ferilið þinn, þú segir þú byrjar að tefla, þú varst 6 ára, menn hvað ertu fættur og upp alinn? Hvað elstu upp? Já, ég allir sé ekki, fæðist ekki í Hafnarfirði, þú veist, ég elstu aðeins upp í Hafnarfirði, eitthvað smá í Keflavík en síðan endaði ég í Kópavogi þegar ég er 8 ára og ég er búin að vera þar síðan ég var 8 ára gamall, þannig að Hvaða árger ertu? Hvernig ertu fættur? 2003. 2003 mótil, já. Þannig að ég er ennþá ungur, en það er mjög skemmtilegt að segja frá því, sko, að ég kannski átta mikið á því fyrir en ég er eldri, að ég er kannski orðinn 15 ára, að fatta ég að langaði minni fyrsti Íslandsmeistarinn í skák árið 1913. No. Þannig að, og ég verið Íslandsmeistari í skák fyrst 2023 sem 110 árum setna, takk fyrir. Þannig, og ég fór ekkert að pæla í þessu fyrir svona úlingur, ég bara, ég geti bara gert þetta akkurat líka að þessi 110 ár finnst mér algjörlega magnað, sko. Þannig að það er magnað. Þetta er eitthvað í blóðinu greinlega með skákinu, var mikil skák í ættinu minni, í gamla þetta sé nú, ég held að það er svona eini núna, eins og stendur, og pabbi minn, en það vonandi. Er pappiðin mikill skákmaður líka? Já, svona skák áhuga maður og það er eiginlega fyrir ekki dagur það sem hann segir við mig, það er skák hérna, þetta er ógeðslega spennandi skák hérna telt í Sviss eða eitthvað, ég bara, hvaða mót er þetta svona talum, sko, hann er bara fylgist með þessu Símonum bara og þetta er bara hans svona áhugamál, sko, þannig En manstu, hvernig var þetta þegar þú byrjar, þú veist, hver er það sem að kenniði mannganginn og svona hvernig færðu áhugan á þessu? Það er pabbi minn kendi mig smá, hann var alltaf að tefla við vin sinn og ég er 5 ára eða eitthvað svoleiðis og ég náttúrulega fannst þetta ógeðslega áhugavert, pabbi er að gera þetta lítur að vera skemmtilegt. Ég er náttúrulega sest upp á borð og fyrir að fylgjast með og svona og síðan eftir örugglega hálft ár þá var ég bara fann að segja þeim til hérna eitthvað á borðinu, sko, þeir hefðu getað leikið þessum leik frekar og eitthvað svona. Þannig maður var orðinn alveg, maður var strax mjög efnilegur og síðan þegar ég fórum með tvista mót 6 ára þá maður tekið strax eftir mér og maður kastað beint í skákskólan og enga tímaður og svona. Og hvað eins og segir, bara á fyrsta móti þá er greinilegt að það eru hæfileikar hvenær ferð að vinna, þú veist, þú ferð að vera svona ferð að sýna það að þú sért efnilegur til þess að verða bara atvinnu skákmaður. Já, það er ætla ég sé ekki bara 8 ára eða eitthvað, þú veist, 8-9 eða eitthvað, þá held ég að sé strax orðin svona efnilegu með við aldur, sérstaklega. Og síðan þegar ég er orðin 12 ára þá er ég orðin svona 12-13, þá er ég bara orðin alveg hörku skákmaður. Þannig að Og ertu þá farin að fylgjast með, þú veist, öðrum skákum heldur þínum eigin, svona eitthvað svona horfi kringu þig og fylgjast með á netinu eða hvernig gerir það? Já, maður var alltaf að reyna að fylgjast með öðrum, fylgjast með Carlsen, eins og tölum skilur að fylgjast með þeim bestu, sjá hvað eru að gera og reyna að skilja, hann er erfitt með 12 ára að reyna að skilja þessu ótrúlegu hluti sem er í gangi hjá þeim, sko, en maður er meira að horfa á aðra skákir en maður sjálfur, það er takmarka hvað maður getur lært að sjálfur sér, þannig maður er alltaf að reyna að abba eftir öðrum, hvort það sé Carlsen eða eitthvað annar, sko. Og þú ert Íslandsmeistari í skák, hvað sagði, 16 ára? Ég er Íslandsmeistari í skák 2003, þá er ég 9 árum 20. Það veist, ég var náttúrulega Íslandsmeistari barna og eitthvað ólinga og whatever, en Íslandsmeistari fyrst 2023, svona allorins. Og núna er ég með titilin aftur núna 2025. Þú ert núverandi Íslandsmeistari? Já. Og ég ætla ekki að fara að gefa hann eftir. Ég reikna með að halda honum í smá tíma. Já. Og hvað, hvernig, fyrir það sem þekki ekki til, hvernig verður maður Íslandsmeistari? Er það eitt mót eða er þetta svona byggt upp allt árið eða hvernig virka það? Það er bara eitt mót. Það er Íslandsmótið. Það var núna haldið á Blönduósi. Það var 100 ára afmæli skáksambandsins og komu erlendi gestir og ýmislegt. Þetta var ótrúlega mikil veisla og ég er ógeðislega ánægður að hafa unnið þann titil, sko, á 100 ára afmælinu. Það er alveg sérstætt, sko. Geggjað. Og var það erfitt að landa þeim titli eða hvernig fór þá mót?
Já, það var nokkuð erfitt sko. En að því alltaf skák á Íslandi, þú veist, við eigum 16 stórmeistara, ég tala um þetta held ég í hverju einastu viðtali sem fyrir, en þetta er svo galið að Ísland á 16 stórmeistara. Þú veist, það eru lönd þarna, þú veist, það eru 2000 stórmeistarar allra tíma, þú veist, frá upp að vera 2000 stórmeistarar, og Indland sem er með 90 stórmeistarar núna með 1,5 biljón manns. Veitu hvað þér, eru bara 2000 stórmeistarar? Já, allra tíma. Allra tíma. Bara og þú ert einn af þeim? Ég er einn af þeim. Okay. Síðan að titlinn var gefin út. Þannig, og við erum 16 í sögu Íslands sko. Þú veist, þetta er bara eins og við erum í einhverju þorpi í Kína með 350.000 manns og við bara heyrðu, já, hérna eru 16 stórmeistarar í þessu þorpi. Það er bara ekki sjens sko. Nei. Það er kannski til einhvers staðar í Rússlandi, eftir að kannski tjekka á þetta, en það eru með 250 stórmeistarar eitthvað svoleiðis. En þetta kann að vera enn eitt svona heimsmetið miðað við höfðatölu sem við Íslendingar eigum. Já, heldur betur. Ég held að einu sem er að breykja okkur eru Færeyjar, það er að því að þeir eiga einn. Þannig að En til að verða stórmeistari, hvað þarf að gerast þá? Þú þarft að ná ákveðnum elostöfum, ná 2500 elostöfum, sem er stórmeistarastyrkur, og síðan hvernig ég kýsa útskýra, það er svona 3 stórmeistara áfakar og það er bara 3 móta sem stendu fárlega vel, þú veist. Það er svona basically standardinn sko. Og lega nær því þá, það er alveg saman hvað við lélugur út frá þessu, breytir engum máli, ég menn alltaf halda þessu titil, alltaf. Þannig að það er alveg saman hvað þessu 75 eða 20 ára breytir engu, ég held honum og menn alltaf kynna mig sem stórmeistara. Og hvenær var það sem þú varst stórmeistari? Ég var stórmeistari fyrir, það er eiginlega komið 3 ár, það er bara 3 ár síðan, Hvernig er það sá dagur þegar það gerist? Er það ekki trublað að vera? Jó. Hvað ertu þá 20 ára gamall? Já, ég var 9 ára títur, ég var aldrei pirraður yfir því sko, en mér langaði að gera þetta 19 ára, en ég var 9 ára títur, en þá er ég eitthvað stöðar í Serbíu, einhverju 50.000 manna bæ, og ég verð stórmeistari með að vinna síðustu skákina, og veist, þetta er bara svona draumi sem maður er 5 ára, maður er búin að elda draumi 15 ár, og þú klárar þetta og gera eitthvað sem mjög fáir geta gerst. Þetta er bara stórbróti tilfinning og ég fyrir náttúrulega beint á barinn og bara, síðan byrjar maður að Magna. Já, og síðan byrjuðu eitthvað viðtölar hrinja inn sko, og ég svaraði þeim öllum sko, ég man það er eitt rúviðtal hérna sko, sem ringti mér svona 10 kvöld sko. Það var ekkert, það kom mér óvart hvað ég sagði þetta allavega daginn eftir, ég var bara svona, já, sagði ég þetta. Það var hefði getað farið verð. Já, ég var bara hress og skemmtilegur í þessu viðtali, en þetta var bara svo fyndið að maður er bara svona, þú veist, maður var komin, maður er alltaf fagnar svona stærsta degi þetta er örugglega besti dagur lífsmins og maður komið smá í það hérna. En hverjar, svona, við erum búin að nefna Magnús Carlsen, en ef þú getur nefnt svona, áttu þér eitthvað fyrirmyndir hérna heima, eitthvað íslenska fyrirmyndir þegar þú ert að vaxa úr grasi sem að þú horfði til og langaði til að vera eins og þessi? Já, ég segi alltaf að þessi Friðrik Ólafsson, okkar fyrsti stórmeistari í skák, sem fór á sitt fyrsta mót sko 15 ára gamall, þurfti að taka togara til Englands til að tefla á heimsmeistaramóti unglinga. Maður var ekki eins og með pening með sér og skipstjóri þurfti að redda honum pening, hann sá lest í fyrsta skipti þar, hafði bara séð það kannski myndið eða einhverju dæmiskjöruru. Og þú veist, að bara svona braut þetta algjörlega, braut í sinn, komst í topp 10 í heiminum, komst á kandidatum og þú veist, þetta er svo mikið legendary saga baku hann. Hann er nýlátin eða ekki? Jú, nýlátin, hann dó hérna á síðast ári bara í apríl, og þetta er aldrei fallegt að ég hitt hann í afmælunars 27. janúar sem er alþjóðlegi skákdagur Íslands, og þá var hann nýræður í Hörpu og við erum að tala skákir, hann er nýræður og hann er bara að tala eins og hann telt skákin í gær, bara já, akkurat hérna, þú veist, við vorum bara að ræða skák frá 1959 og hann nýræður með allt, bara með hausinn bara í ótrúlegu lagi, sko. Já, hérna. Ég fannst að þetta er fyrirmyndi mín bara. Það er væntanlega, hérna, svona heila, hvað ég segja, svona heila heilbriði hlýtur að haldast eitthvað í hendur við, þú veist, alla þessa leikfimi heilans sem að skákin er. Þið eru stöðugt að hérna, já, þú veist, að gera þessa heila leikfimi, þannig að maður velti fyrir sig hvort þetta sé ekki bara heilsusamlegt fyrir heilan og viðheldur heilbriði. Ég held að það er eiginlega hárrétt hjá þér sko, af því að ég held að sé engin allavega, ok, kannski eitthvað, en það eru af öllum stórmeisturum, þá held ég að sko
minna en eitthvað sko hafi fengið Alzheimer til dæmis. Ég held að sé bara beintenging þarna á milli, hvort sem að sé skák eða eitthvað annað. Ég ætla að mér skilst að las einhverja rannsókn um þetta, það er bara það er alveg beintenging þarna á milli og eins og við sjáum með Friðrik, nýraður og bara tala eitthvað fyrir sko ekki bara líka við 70 árum sko. Já, það er magnað, algjörlega magnað. En eins og ég nefni aftur Magnús Carlsen, það er eitthvað svona, hann kom fram á sjónvarpsvið, hvað er langt síðan? 20 ári eða eitthvað, 15-20 ári. Jú, 20 ári, já. Allavega, þá tók maður strax eftir, hann var svo, þú veist, ólíkt öðrum skákmennum, hann var náttúrulega bara, alls konar svona tísku blöðum og, hvort hann hafi nú verið einhvern nærbuxna fyrirsættina, ég held að það hafi nú ekki gengið svo langt en þú veist, þetta var mjög óhefbundið fyrir skákmann, hvernig hann bar, hans presens var og mér finnst þú minna svolítið, eins og ég segi, á hann það er það ekki svolítið skemmtilegt að geta svona svolítið tjá sig með öðrum hætti heldur en gengur að gerast í skákinni. Jú, það er ógeðslega gaman og Carlsen okkur dekkuð fyrir þetta þótti ég svona ekki verið eitthvað nærfætt auglýsingar á næstunni en ég held hann hafi mér þess að gerst það sko. Já, er það ekki? Jú, rámar eitthvað í það sko. Komin í eitthvað tísku forsíða fyrir eitthvað vók eða eitthvað. Já, og bara eitthvað og maður bara eitthvað skákmaður skilur. Hann náði eitthvað meira svona negla þennan part dálítið vel sko. Hann kannski svona hann er byrjað að vera meira á róinu held ég eftir hann eldist sko. Og svona kannski meira orðum bara drullu sama, þú veist, hann er bara the legend og hún eiga skákur síðustu 20 ár, þú veist. Hann er það ekki, ég ætlaði að spyrja því, er það ekki líklegt að hann er á einhverju rófi eða eitthvað? Að þú veist, það er eitthvað svona, eitthvað skrítið við hann. Eitthvað, en það er hann alltaf líka svo ótrúlega klár sko. Það er helst oft í hendur, hann er á einhverju og eru bara alveg úber klárir. Sérstaklega á einhverju ákveðnu sviði. Já, algjörlega. Hann hefur eitthvað með, þú veist, hvað þú segir mann, þú veist, hann hefur með eitthvað svona, en hann samt næra hann algjörlega, þú veist, að fungera. Já, bara fungera, þú veist, sem er ekkert gefið út bestur í heimi í skák, sko. Við sjáum að með Fischer og aðra heimsvistra, menn geta náttúrulega bara létt mist vitið, sko. Já, algjörlega. En þú ert nú með það á ferilskráninni svona þannig og það hefði ekki verið, er ekki rétt að þetta var ekki svona, þetta var ekki partur á einhverju móti eitthvað, en þú teldir við Carlsen og hafðir betur. Já. Er það ekki? Það var meira sér í móti, sko. Var það í móti, já? Ok. Það var í móti á netinu, sem er virtasta móti á test.com og ég tefli hann í þriðumferð, hann tapar fyrir mér og hann vinnur síðan restina af skákunum. Já, allan nema þig. Já, og vinnur sig á mótið. Hann dæði með 10 vinning og 11 möl, menn það var að taka svo alvarlega og þetta var á mótið og allt, sko. Þannig að það er náttúrulega algjörlega mögnus að ég er búin að segja hann held ég einhvers staðar dagurum er byrjað þannig að mamma mín hleypir inn í herbergi og öskrar, yes! Og ég bara, hvað nú, skilur þetta, getur verið hvað sem er. Og þessi, ég vann milljón og vann hún milljón í háskólalottóinu eða eitthvað. Og við vorum, mamma, hún er öryrki og á ekkert mikið bakland og svona og hún kom með 980 skall í netgjúruskuld sko. Já. Milljónir bara dekkaði það bara nano. Það sér mjög vel. Já, og ég var bara ok, þetta er bara geggjaði dagur, bara þvílík haf mikið að skilur þetta skulle hafa gerst. Og síðan alltaf bara tefli ég við Carlsen kvölduð að vinna. Þú veist, þetta er bara, þessi dagur er bara fyrir sögubækunar hjá okkur. Það hefur verið einhver heillastjarna yfir ykkur þennan dag. Já, ég held það. Það var einhver að stríða okkur eða hjálpa okkur eða eitthvað sko, eitthvað svoleiðis. Og minna, þú situr heima hjá þér þú teflir þessu skák. Já. Og hvernig er það, tilfinningarnar, verður það ekki bara, verður þetta ekki svo flugeldasýning þegar hann gaf skákina, er það ekki? Jú. Hann gafst upp. Já. Og þú varst búin að króa hann af. Það var eitthvað sem orðaði þetta svo vel að ég hef dátti bara í taugaáfall í beinni af því ég var bara líka á músinni þegar ég er að reyna að klára hann. Ég er svona sko, ég var með úr á mér sem ég meldi beats per minutes, ég var bara komin 150 eða eitthvað, þú veist, ég gat ekki og síðan er ég náttúrulega bara í áfalliðri vinnan, ég bara trúi sig ekki, skilur bara ég er að vinna besta gæja ekki bara heims í dag og síðustu 15 ár heldur, þetta er bara besti skákmaður allra tíma, skilur maður er bara að vinna, þetta er eins og ég veit ekki, vinur minn lýst þessu Hanni sem við stoltið vel orða að þegar Hannes varði víti frá Messi eitthvað svoleiðis en kannski aðeins nær Messi en Hannes skilur í
ég veit ekki hvernig það ætti að því hann er markmaður líka og allt þetta en það er alltaf góð lýsing svona fyrir kannski íslensku þjóðina maður svona að algjörlega. Ég meina, Magnús Carlsen talinn bara, þú tekur alla skákmenn sögunar, þá hann alveg með þeim allra bestu. Já, það eru milli hans og Kasparov, þeir eru tveir. Gamla kynslóðin segir Kasparov og nýja kynslóðin eiginlega öll farin að segja Carlsen. Þannig að þetta er magnað, sko. Það er rosalegt. En þú hefur hitt hann, hann var á þessu móti sem varst núna í Katar. Já. Og hefur eitthvað spjallað við hann einhver? Ég hef ekki spjallað við hann, en mér var einu svona boðið í æfingabúðir til hans og þá og með þessum indurum sem eru núna bestir í heimi í dag þess að Karlsson var með klúbb sem heitir Offerspil í Noregi og allir bestu áttu að koma og vera þar í einhverjum æfingabúðum í einhverjum sumarbúst og hann var þar og var að kenna og eitthvað sem er alltaf alveg stórbroti fyrir tækifæri nema það að ég var að klára stórmeistaratitilinn minn á sama tíma í Serbíu betur fyrir kláraði titilinn en guðkvæsi eftir að hafa ekki farið maður að æfa með öllum bestu allir sem voru þarna eru núna komin í topp 10 í heiminum eða allir þessi bestu sem voru þarna. Þannig þetta mikið til indverjar sem eru að dominera skákinana í dag? Já, alveg bara þeir bara koma að færi bandi sko maður er oft ég að tefla okkur indverjar okkur alþjóðlegum mótum ég er bara svona, ég hef ekki eins og séð þig skilur, sem bara hann 16 ára eða eitthvað, ég bara, þú ert stórmeistari bara, Hvað ætli skýrið þetta? Ég meina, áður fyrir þá er óbúslega algengt að bestu skákmenn kæmu miklu hluta, stórum hluta til frá Rússlandi. Já. Núna er rosa mikið frá Indlandi eins og segir. Eru menn með einhverjar getgátur hvað geti skýrt þetta? Já, þetta er eins og við á Íslandi. Við byrjum allir út frá Friðrik og Friðrik býr til Belgíu og síðan kemur heimsmeistarinn við 72. Já. Og útkoma fjórmenningarklika og bla bla bla, skáksaga fullt af stórmeisturum og fáraða sterkast mönnum en það er líka þannig í Indlandi ef þeir voru með skákmann sem heitir Anand Anand byrjar, kemur fyrsti stórmeistari Indlands eða eitthvað svoleiðis og síðan bara, verður hann heimsmeistari í skák og hruna á skákmannu og þeir hætti ekki að koma núna og þetta er orðið bara þjóðar, kannski við rauta krikkiti það er bara orðið þjóðar íþrótt Indverjar Magnað, ég man eftir Anand og hann hefur vakið svona mikla lukku heima fyrir og orðið svona það mikið nafn að jafnvel þó að Indland sé aftarlega á merinni hvað var þar bara aðgengi fólks að fjölmiðlum og svona dót ger ég ráð fyrir þá hefur nafn hans og stjarna hans risið svo skært að börn á Indlandi hafa heillast og þess vegna hefur þetta markvaldast. Já, þeir eru líka með svo gott kerfi þetta er eiginlega algjörlega gali en þeir bara eru í skilsmér og þeir séu bara í skólanum þarna og síðan er bara haldið skákmót og síðan bara svona þeir sem vinna þetta skákmót þeir eru bara settir í skákkerfið skilur og þeir eru bara með system með bestu þjálfara heimi og þeir eru bara þeir eru að fara að eiga skákheimin með Úsbekistan og þessum löndum skilur það er ekkert lengur Rússland þetta og Rússland hitt, það er bara sérstaklega eftir stríðið þá fóru svo margir af bestu skákmönnum burtu og allt þetta að þeir eru alltaf að detta út En hvað með þig sjálfan? Hvert stefnir þú þegar að þú horfir til þinnar framtíðar í skákinni? Hvað ertu með einhver ákveðin plön, hverju þú ætlar að áorka, hverju þú ætlar að ná eða hvernig lítur á þetta? Já, ég er með plan að vera allavega á topp 50 hraðskáka í heiminum og ég er núna eitthvað staðar í 100 eitthvað svoleiðis, mér langar allavega að ná því mér langar að vera á topp 100 í kappskák líka sem er mjög erfitt en ég er kannski númer 250 núna eða eitthvað, ég er ekki múin að kíkja lengi en eitthvað svoleiðis í kappskák, já, það er eins og löngu skákir sem ég, þá erum við með 1,5 tíma og uppbótartíma til 40 leiki og við getum telt eina skák í 7 tíma maður getur bara, ég er oft bara grillaður í hausnum þú veist, eftir svona skák oft er ég bara með paratafs með mér maður bara, hausinn bara getur alveg farið í rögl en það er svona markmið og síðan náttúrulega er bara það sem ég langar svo mikið að gera er að gera skák aftur eins og hún var á Íslandi það var skilsmér hvernig hún var að gera hana mainstream og gera hana flotta og það er svona hægt rólega að takast í bý til myndbönd og content og allt þetta og langar bara að vera fyrirmynd fyrir skák á Íslandi langar að einn daginn að krakka séu eða fóreldrar séu að horfa mig bara, vá, Vignir er flottur og ég ætla að setja krakka minni í skák eða eitthvað svona skilur að þú veist að vera þannig fyrir skákina það er sem ég langar að gera og það er akkurat það sem að
Friðrik gerði, það kemur dálítið inn af hverju, hann svo mikil fyrirmynd fyrir mig og mér langar að dálítið að gera þetta fyrir hann af því til hann deyr núna bara síðast árin hýraður, hitti sennilega langa minn by the way sem galið og ég voru að spjalla við hann bara fyrir ári en þú veist, mér langar að gera þetta fyrir hann að hann skilur mig eftir, ég efstur þegar hann deyr og hann langar mér og ég veit að hann hefði sjálfur vilja að skákja myndi halda fram að blómstra á Íslandi átt hún sem að dala núna kannski í síðustu 10 ára eitthvað svoleiðis aðeins. Mér finnst þetta frábært markmið hjá þér. Já, ég held að þetta sé sem ég vil gera sko. Þetta ætla ég náttúrulega sjálfur að ná mínum markmiðum í skákinni og ég mun verða fáralega góður í skák og náttúrulega ég orðinn. Það náttúrulega þannig sem þú heillar börnin. Eða þú veist, ef þú ætlar að fá skákina til þess að verða vinsæl og þá verður alltaf bara börnin að sjá fyrir sér einhverja fyrirmynd sem að gengur vel og gerir sem sagt Íslendinga alla stolta. Algjörlega, eins og við eigum í handboltanum, fótboltanum, þú veist, við eigum í svo mörgum íþróttum og kannski vantaði skákinni alltaf lengi og eins og þessi Karlsson sigur, þú veist, að ég get ímyndað mér að það hefur verið margir krakkar sem hafa séð þetta og verið bara, vá, maður hefur vinna besta skákmann heims, eitthvað svona skilur og byrja að tefla eitthvað út frá því eða annað, sko. Þannig þetta greiðlega mikilvægt, sko. Já, ég held að skákin getur líka verið góð forvörn fyrir börn að lenda ekki í miklu af því bulli sem að börn geta lendi í dag. Algjörlega, það algjörlega rétt. Ég gott dæmi þú veist að maður eitthvað með reyndar í grunnskóla maður komin í ykkur úlingsstild að maður vildi alltaf vera eitthvað annar en maður var, ég vildi ekki vera gæinn sem var yfirþyngd og vera bara að tefla í iPadunum og þetta skilur upp, þú veist en varstu svona nörd í skóla, skáknörd Já, ég var það en ég var aldrei lagður í einelti, það var alltaf látið mig vera því ég bara var þessi skáknörd skilur upp, þú veist, og var bara Þú vil ekki geta bara sagt við töffarana, hei, viltu taka skák eða? Tefla eða? Já, þetta svona þetta svipu líking og fara í danskeppni við þá eða eitthvað, ég veit svipa aðstæðlega það hefur alltaf verið þessi virðing fyrir skák skilur og ég hef góður í ykkur og svona skilur en eins og ég sagt líka fyrir ungu kynslónu sem kemur upp núna í skákinni þið hafið þetta svo miklu léttur en þegar ég var á þessu því að þegar ég var á þessu var þetta bara hallærislegt þú veist, það var ekkert cool eða svoleiðis, síðan kemur Queen's Gambit 2021, síðan kemur þetta Karlsson svindldæmi þarna með Hans Niemann það springur aftur, þetta bara búið að vera bara eitthvað steady bara. Hvað var það? Var hann að svindla nú veru í því dæmi? Þannig að var ekki Niemann sem var sakað svindlið? Nei, hann var ekki að því. Hann var ekki svindla? Nei, og ég held að séu flesti sammála með það. Ég er með hagsmunni hann að segja því þetta bara félagi minn, skilur hann líka fæddur 2003. Hans Niemann? Já, ég hef verið með honum á Íslandi að djama með honum neyri bæ eitthvað tímann og eitthvað svona, við tókum helgaferð eitthvað tímann, hann tók helgaferð Já, ok. Þannig að hann er mjög skemmtilegu karakter, sko, litríku karakter, akkurat þessi skákin þarf. Hvar kynntist þú honum? Það er bara gegnum tíðina, skákmótum, Suður Afríku, til dæmis, Reykjavík Open, Tyrklandi, eitthvað, bara svona kynnist gegnum tíðina. Hann er alveg, hann er núna komin í topp 10 í heiminum og er á góðri leið og ætlar að vera heimsmeistari. En það er bara svo fyndið, þetta mál, sko, þetta líka gerist út af því að Elon Musk tweetar einhverju svona buttplug kenningu að hann var að svindla. Alveg rétt. Þannig að hann er náttúrulega bara búin að vera að díla við það, veist, fyrir fólk sem þekkir ekki, eins og Dr. Fútbol daginn var að tala málið og voru bara að tala þetta akkurat, að þetta gerðist, veist, það gerðist ekki, þetta var bara joke kenning, sko. Þá hafi hann verið með eitthvað svona buttplug sem gaf honum svona eitthvað morse code signal og hvernig hann ætti að tefla eða. Já, og það er náttúrulega vest, sko, ég svo YouTube-myndband daginn sem þetta var testað. Ég mæli með að kíkja á það myndband, það er heldur fyndið, en það var gæi sem keppti á móti stórmestar, kann ekkert í skák og var með svona og hann vann skákina. Það var eitthvað morskóði. Það náði að koma skilabóðunum í gegnum endaþarminn. En síðan er hann alltaf bara, hann er á yði allur hérna þetta er svo galið myndband, sko, en þetta er ógeðslega fyndið. Hvernig þú varst skáknörd í skóla, hvernig gekk þér í skólanum sjálfum? Þú veist með hvernig gekk að klára prófin og svona? Ég
hugsa að ég hafi bara ég finnst bara kraftaverk að ég komst út 10. bekk sko. Já, er það málið? Já, eiginlega, ég var eiginlega hættur að sinna, ég bara fann að tefla bara í 10. bekk alltaf í tímum og allt þetta. Það er engan áhuga á náminu þannig? Nei, ég var alltaf með 10 í, þú veist, öllu höfðu upp á 7. bekk og síðan byrjaði að koma algebra, ég nennis ekki og bara hætti, mæla ekki með, skilur, hætti algebra kemur en Og fórstu þá ekki í framhaldsskóla eða? Nei, ég tók 1 tíma í MK af því að fyrir mömmu og pappa þau verður að fara í menntaskóla þá var líka ekkert augljóst að ég myndi vera stórmeistari og því ég tók 1 íslensku tíma mætti eitthvað viku eftir á eða eitthvað, skilur, þá voru allir bara að taka upp tölvurnar og fara að vinna eitthvað ég átti ekki þessu tölvu, ég fór bara að tefla í símanum og íslensku kennarinn kemur á mig náttúrulega ekki sátt að þess að tefla og sagði mér að ég myndi aldrei lifa þessu ég er búin að segja þetta, ég er búin að segja þess að sögustar en hérna ég er ennþá spenntur að hitta hann í dag bara þú veist, það var gaman að segja hæfið hana mér er búin að takast að hinga til allavega en auðvitað átti hún að vera pyrruð að segja að tefla í tímanum En hvað gerður þá þegar þú hættir í MK og fórst þú bara alfarið að einbeita skákinni eða fórst að vinna einhvers staðar eða hvað gerður þú? Ég fór að kenna smá í skólum bara smá skák á 2 stöðum og það svona held mér hans uppi síðan fór ég að drekka það var ekki snuðt það var bara verið 15 ára að ég byrja að drekka og þá byrja að koma svona erfiðleikar sko hjá mér svona í persónulegu lífi bara svona líður ekki vel þunglindur og þetta dæmi sko það tók mikið á árið 2020 var mjög erfitt ár Já, er það? Já og hvað fórstu langt niður, maður segja, í þunglindi eða? Já, mjög svo ég opnaði mig með þetta það var eftir að koma út sko en ég reyndi að sko taka mig degi líf sem er alveg galið að segja núna því fólk sem horfir á mig í dag bara, ég er svo hamingjusamur og það er raunin bara skína mér sko þú veist, mér líður svo vel, ég er svo ánægð með lífið En þú gerir þig grein fyrir hvað er ótrúlega mikilvægt að þú segir þá frá því að þá getur fyrir aðra sem eru á vondum dimmum stað það er þetta að sjá að það er hægt að komast þaðan og alveg upp til hæstu hæða Algjörlega, það er svona verðið að deila frá þessu að því maður á ekki að skamma sig fyrir þetta maður á að, altså ég sé sko eins og ég sé í pappatips og þetta dót það er bara ofta að koma bara þvílíkir menn sem eru bara bugast sko, þú veist, þeir eru bara búnir sko og það er svo leiðilegt að lesa þetta þegar maður er búin að vera á þessu stað og búin sko, ég var að segja og sögu að, þú veist, ég var búin að ákveða svo satt, það var búin að vera svo lengi svo mikið niðurif og bróta mig niður, trekk liði illa með sjálf mig og allt þetta þú veist, var það tengt árangri í skákinni eða við hvað tengjur það? Ég tengi bara sjálfsálit og þetta, þú veist, ég er líka eins og ég er náttúrulega með bauga, þú veist, og ég mun alltaf hafa, þú veist, þetta er bara ættgengt og í dag er ég bara stoltur af þeim, skilur, það fór alltaf í taugarnar mér, ég var feitur og aldrei, þú veist, ára eitthvað stelpur að horfa með, neitt svona, maður átti bara erfitt, skilur, með að vera ungur strákur, skilur. Og það kallaði þetta innra niðurrif, svona sjálfsniðurrif. Já, og það var búið að vera sín, ég var bara krakki, sko, og síðan var ég búin að ákveða dagsetninguna sko. Og það er náttúrulega hættulegast þegar ég er búin að ákveða dagsetningu og ég bara, svona 2 vikum fyrir þá var ég bara búin að ákveða, þetta er dagurinn það var 31. og ég bara, já, og þú síðan kemur hann og fyrir eitthvað að djamma og eitthvað og veit alveg, meðvitaður allt Hann hver? Dagurinn, það kemur Já, dagurinn og síðan gerist það að það er ein stelpa sem er sjálf í einhverju svona hugleiðingum og eitthvað og hún ríkur út úr einhverju partí og fer og ætlar eitthvað að gera það eitthvað og ég hleypa eftir henni og hún segir að ég hafi bjargað lífið hennar og ég náttúrulega fer síðan heim og veit ekki hvernig mér líður skilur, og ég ákveði að gera þetta á eitthvað og ég man til dæmis rústaði tölvunni hjá mér af því að svo ég myndi þurfa að gera þetta og eitthvað skilur, og ég bara algjörum móki og ég er að fara þú veist, og þá hleypur strákur inn sem heitir Gauti Stenfors, einn af minn bestu vinnum og verður bara besti vinn minn í fjölmörg ár hleypur inn, vissi bara að mér leið illa vorum ekki einu svona vinir þarna sko, þú veist, við erum svona kunningar hleypur inn og bara eða hann ekki gert það og veit ekki hvað ég gerst sko. Hann bara næri einhvern veginn að peppa í þig stálinu eða þannig? Já, bara leiði hann koma og náttúrulega bara hágriti skilur, hann var kominn
og ég er eiginlega bara byrjað að trúa á Guð eftir það og svona og ég vakna daginn eftir og það er ótrúlegt skilur þá er ég bara ok þú veist, fyrst og ræðan vildi ég ekki vera að deila þessu við mömmu eða neitt skilur og sagði engum og þá byrjaði ég bara skák bara ég tók sko 10 til 14 tíma á dag og bara skák alla dag sleppti ekki einu degi og á einu ári fór ég að hækka 200 elostig og var bara komið 2 stórmestrar og ég var bara næstu orðin stórmestri. Veitu hvaða þessi 31. Hvaða dagur er þetta nákvæmlega hvaða ár? 31. desember 2020 og þetta er bara áramótin. 2020? Já, ég vakna bara 1. janúar og ég bara og var bara, heyrðu, þetta er ekki hægt skilur. Þannig að það er þarna 2021 sem þú byrjar að rísa á ný. Já, og þá bara, þú veist, bara eldi ég tilgang eins og ég ætla nú reyla bara að tala fyrir unga, eða bara kallmenn, ekki endilega unga, bara kallmenn að elda tilgang, þá verður að hafa tilgang að verður að elda eitthvað, ég veit ekki hvað það er, getur verið hvað sem það er fyrir hvert sem er, en fyrir mig þá var það stórmeistaratitilinn, ég kláraði stórmeistaratitilinn, síðan byrjaði ég að fara ræktina, og eitthvað staður aðna og byrja að fara ræktina og mér leið byrja að líða miklu betur með sjálfum, byrja að elda að vera í góðu formi, líða bara vel og bara þetta, það er bara gjössalega breytti lífinu mínu sko, bara þessi 2 hlutir og síðan byrjar allt eitthvað með allt í einu byrjar maður að vera heppinn með margar hluti eitthvað svona skilur, allt í einu byrjar eitthvað að detta með manni, maður verður bara jákvæður sjálfkrafa og eitthvað þú veist, þetta er alveg mögnu saga sko. Þetta er stórkostlega mögnu saga og eins og ég segi aftur til mikillar eftirbreytni að þú deilir henni með almenningi, það er svo margir sem að glíma við það er svona bara eins og þú lýstir sjálfsrif, niðurrif og sem að leiða til jafnvel sjálfsvíkshugssana eins og í þínum tilfelli og eins og við vitum að þá eru sjálfsvík á Íslandi sérlega tíð að þú veist það er kannski eins og með stórmeistarana að við erum með eigum met í einu og öðru það er oft verið talað um það að Íslandi og þetta er kannski tengt skammdeginu eða eitthvað en það er eiginlega, þú veist, alveg svona tilefni til þess að vera með mikið átak gegn sjálfsvígum. Það er svo algengt. Og síðan er líka hinvinkilega ekki bara, ég snert aldrei eiturlyf, skilur við, að það er líka fólk í neyslu sem þú veist lítur á þetta svona líka og er með þessar hugsanir og allt þetta og það er ýmislega fólk sem er á día og eitthvað svona bara versta sem það finnst það hrikalegt, sko. Neyslan brýtur fólk náttúrulega hraðar niður. Já. Það er svo mikið, það er málið sko, þetta er, eins og segir, þetta er náttúrulega bara, er þetta ekki næsta, ég held að þetta sé að drepa næst mest á bara eftir krabbameini eða eitthvað svoleiðis, eða eitthvað staðar í heiminum eða algengasta dánarorsökina meðal ungra karlana. Já, það eru, og ég vona allir kallmenn sem eru að hlusta á þetta, að ég vona að þetta gefi ykkur, og ef ykkur líður svona, ég vona að þetta gefi ykkur inspiration sko, því að þetta er að vera þarna, ef maður er búin á botnunum þá getur þau bara að fara upp og bara treysti mér að þetta er bara það er von og þegar fólk er á þessum stað að þá virðist einhvern veginn ekki vera nein von og ekkert ljós í enda gangnara eins og sagt er, þú veist, bara menn getur ekki séð það fyrir sér að hlutin getur batnað en það er svo vont sko, af því að þú getur ekki svona ímyndar hvernig, þú veist, og maður sér ekki annars af þetta, ég sá ekki fyrir mér að límið getur verið eftir 5 ár, það er bara þú veist, það sem ég raunar bara sem ég vill í dag skilur, þetta er bara drauminn sinni á krakki. Líf þitt hefur algjörlega umturnast síðan janúar 2021. Já, það er bara dálítið svoleiðis að þetta er þú veist, það er mjög gott fyrir mig að deila þessu. Já, takk fyrir að deila þessu. Það er bara vel gert. Það er erfitt en ég held að ef þetta hjálpið bara einni mannesku, þá held ég að þá er ég. Og þú ert það er eiginlega hægt að segja að þú eigir líf þitt þessum Gauta að þakka. Já. Það er ekki þetta Gauti? Jú, og hann veit alveg ég ætlaði einhvern tímann var ég tilbúin að opna með þetta og ég held að sá tími sem núna bara, hann veit að náttúrulega alveg sjálfur hvað hann gerði og hjálpaði mig mikið og hann er eindalis strákur eins og fjölmargir vinir mínir sko, það er allir frábærir og hefðu gert það sama ef þeir hefðu vitað En hvað áttu ykkur systkini? Já,
ég það náttúrulega kemur kannski inn á þetta þegar ég yngri að, þú veist, ég missi bróðið minn til dæmis með hann tatúan hjá mér að, að ég missi bróðið minn þegar ég Bróðin er fættur 1991, deyr 2010 hann deyr þegar ég og deyr fyrir afmælið sitt sko. Þetta var alveg sillingur og og alveg intelligence-strákur, ekki neysla, ekki neitt bara, þú veist, hann var smá á rófinu og ég er bara sjóra þegar það gerist og mamma mín, ég skilstundum ekki hvernig hún náði að halda áfram sko. Þú veist, ég myndi að missa barnið eitt svona, þetta er alveg ótrúlega sterk að gera og ég sé náttúrulega bara heldur lífi áfram, þú veist, eins og við tölum þetta, þú veist, að hún sér náttúrulega ekki fyrir sér á næstu 2 árum hvernig það kemur ljós aftur, skilur en síðan með tíð og tíma að þá, þú veist, byrjar hún að breytast og vera aftur hún sjálf og svona skilur að koma til. Var það þinn eini bróðir eða aftur fleiri systkini? Já, 4, 2 systur líka sem eru í einir komið til Svíþjóðar, ég held að henni sé alveg samaði deili að hún var náttúrulega í neyslu sem krakki og ólingur og svona, en komin bara hætti fyrir dágáðan tíma og ég held að kasta henni meðferð svona 18 sinnum eða eitthvað, en hún er núna bara hamingjusöm með mann og barni í Svíþjóð og bara þau eru bara algjörlega til fyrirmyndar og síðan á ég eina aðra systur sem er núna í aktífri neyslu sko, og er búin að vera bara í 15 ára eða eitthvað svona, sem ég nú ekki opna mig með En þannig að líf þitt og þinnar fjölskyldu hefur ekkert verið dans á rósum? Nei, langt í frá mjög langt í frá. Það er svona dálítið miskilið kannski, maður heldur að eitthvað, það er ekkert allir eins og ég hef ekkert talað mikið systkin mín og þetta en Við hvað vinna foreldrar þínir? Báðir öryrkjar. Pabbi var alltaf skipstjóri, hann lenti í slysi og mamma mín, tala nú ekki hvað mamma mín er mikil hetja, þú veist, að hún er 16 ára eða 15 ára og missur hún tonn og bókstaflega tonn á fæturnar sínar er hún að vinna og það er splúndrast allir í sundur, hún er 3 daga bara að vera að sundra fóturnar saman og sagt við hann að hún mun ekki labba aftur og eitthvað svona. Hvernig gerist þetta? Hvað er hún að vinna þegar hún fær tonn ofan á sig? Hún er að vinna og tonn af hverju? Tonn af fiski eitthvað, ég veit ekki hvort þessi tonn eða hálft tonn eitthvað, ég man ekki alla söguna alveg en hún er að vinna við fiskvinnslu eða hvað sem þetta er, eitthvað við höfnina eitthvað, og það bara dettur á fæturnar hennar splundrast alveg og hún systemur alltaf kalla hann risaölufætur að þeir eru bara, þú veist að hún er afbakaðir fætur en þú veist, það var sagt að hún myndi aldrei labba, aldrei eignast börn og eitthvað svona og mamma minn alltaf bara átti 3 börn og lét ekki neitt segja sér neitt og er alltaf í ræktinni sama hvað þótt hún sé með, þú veist, þetta og búin að missa barn og öll sískin sín og öllum eitt og þetta er bara því líka hetjan sko. Það eru ófáar svona hetjurnar á baku tjöldin á Íslandi sem að við vitum fæst af að því að það er ótrúlegt hvað fólk gengur í gegnum og maður gleymir í stundum bara þegar maður mætir fólki í lífinu, að ég hugsa stundum þegar kannski lendir í einhverju road rage incidenti sko, öskra og blóta einhverjum sko, þú veist aldrei hvað hinn manneskjan hefur gengið í gegnum en maður hugsa það svolítið getum við öll aðeins róa okkur sko. Já, það er nefnilega það það er ótrúlega margt sem að fólk hefur gengið í gegnum en manstu þetta, ég meina því að börn eru náttúrulega svolítið ekki nægilega kannski tengd til þess að átta sig á hvað er að gerast þegar svona hlutir eða sér stað, en þú ert þarna 7 ára gamall þegar manstu eftir þessum degi þegar þér er sagt að bróðin sé dáinn? Já, og ég man líka að því að ég skuttlaði honum með mömmu minni til þess að pappans og ég man eftir í bílunum eftir að vera með honum, ég man alla stundir sem ég átti með honum frá allavega 5 til 7 ára skilur, og var alltaf mjög kær sko, og síðan bara vaknar hann ekki skilur, og tók hann þá eitthvað ofskamt af einhverju? Hann var náttúrulega á einhverjur rói og ég held að allavega ég eiginlega veit að þetta var svona læknadóp en hann áttaði sig ekki á hvað þetta var almennilega sko. Hann var engin fíkill en eitt svoleiðis þannig að hann áttaði sig ekki alveg á
hver staðan var, skilur og hversu mikið eða hvað, þú veist, hann held að hann var að taka annað held ég en og heldur þetta hafi þá verið slys já, af því að hann, þú veist, var ekki einhverju neyslu eða eitthvað svona skilur. Það var eina systkini mitt sem var ekki neina neyslu en síðan daginn eftir það var náttúrulega sagt mér þetta síðan skilur og ég meðtek þetta skilur, þú veist, eitthvað náttúrulega fyrir að há gráta á og svona en síðan þegar ég bara svona 11-12 þú veist, það bara að 10 ára 11, bara svona settlar þetta inn ég bara þá rennur þetta upp fyrir þér shit, þú veist, þetta mann aldrei sjá hann aftur skilur, það var mjög erfitt sko þannig að hann eins og ég segi, þú veist, ég er ekki eins og sem ég er ekki að fara að fá mér fleiri tattoo en ég vil alltaf, mér langar að ákast að fá þér þetta tattoo til þess að heiðra minningu bróðins það var hann alltaf með mér sko veist, það voru 15 ár liðin sko á síðast ári og það var akkurat dagurinn og ég var það heppinn að kynnist tattooartista sem er félagið minn í dag og hann var tilbúin að græða þetta á samdægus þannig að ég ákvað að láta vaða sko vel gert já, þú er frá ýmsu að segja greinilega, það er ýmislegt sem að hefur drifið á þína daga í á þinni stuttu ævi vil ég segja já, ég er með ýmislegt til að segja en þetta er svona þú veist, það er ég veit að, eins og ég segi ég deili þessu líka með systkin mín og vona að sé fólk át mótið sem líður illa eitthvað út af fjölskyldumánum eða eitthvað, þetta er ekki bara þú veist eins og ég vil aldrei fá neina vorkun eða eitthvað svoleiðis, mér langar bara ef þetta getur, ef saga mín getur hjálpa ykkurum þá hún ætti klálega að gera það ég vona einilega sko hvað er á sjóndeildarhringnum hjá þér hvernig lítur árið 2026 út á Vigni Vatnari já, það er bara verður áhugavert, ég verð ekki ferðartösku mikið á árinu og að tefla og það er náttúrulega eins og gengur að gerist að ég verð til að erlendis sennilega allavega helmingin á árinu sko, þú veist, að tefla og síðan ætla ég að reyna núna eins og ég reyna að halda með Instagram að breiða út skákinni, gera skákontent og halda fullt af skákmótum til dæmis með mót núna Le Coq Finali sem ég er með núna úrslitin sem eru 24. janúar, það er núna svona næst á döfunni, síðan verður rosa verkefni í apríl sem ég get ekki sagt fyrir alveg strax, það er Er þú þá að skipuleggja þessi mót? Já, ég skipuleggja þessi mót sko, ég er með svona kennsluvefi skák sem heitir vignivatnar.is og það er bara, markmið mitt það þú veist, ég tek upp fullt af myndböndum það eru 200 tímar að efniðar inni núna og þá er þetta bara kennslumyndbönd og út frá því þá er ég alltaf með frítt fyrir áskrifundur í skákmótin þannig ég er alltaf að halda skákmót fyrir fyrir alla þú þarft ekki að vera áskrift en þá fá áskrifundur frítt og allt þetta er svona, vel gert það er svona þannig að breiða út skákinu akkurat svona. Og það er, þú ert þá með svona smá business model hérna líka, þú ert að skapa þér vinnu og tekjur já, það fylgir en það er gaman að geta verið að vinna við það sem maður virkilega elskar sko og til mikilvæg fyrirmyndar að vera svona ungur og búin að finna fjöluna sína svona vel og búið til peninga á því sko já, algjörlega, maður er að reyna að gera það allavega En hvar sérðu þig eftir ef að segja, þú veist, 10 ár hvar verður Vignir Vatnar þá? Góð spurning maður þetta er góð spurning ég hef fjölskyldumæður allavega er því? Já, hellingabönnum ef það er hægt sko veist, góð kona og vonandi með eitthvað pening þannig að maður eigi fyrir hús en nóg erfitt að komast á fasteignamarkaðinn á Íslandi í dag fyrir ungan mann en vonandi það sé hægt og Þetta er rétt forgangsröðun hjá þér það er fullt af börnum, góð kona svo peningur Já, og svo kemur þú veist náttúrulega skákin er kannski í peningunum þú veist að ég skapa mig tekjur frá skákinu og öllum líkitum sko. og haldin uppi og vonandi verður mér langar að verði svona skákæð á Íslandi aftur eins og er þetta bara þú veist það virðist vera, það er allir að tefla sko. Þetta er bara eins og í pílunar meðan allir í pílu, það er allir að tefla, það er allir með sérstaklega í símanum sín Hver er núverandi heimsmeistari skák, það er Indverja eða ekki? Jú. Já, hvað heitir hann? Hann er Gúkes, ég hef telt við hann áður Og þú hefur telt við hann, já Og hann hefur væntanlega unnið enda heimsmeistarinn eða? Hann telti örgulega svona bestu skáka áruna 2024, þá telti ég við hann og alveg ótrúlegt að gaf mig bara peð og eitthvað svona á fórsinn, bara eitthvað ótrúlega
tilfæslur og allt í nú verður bara, kallarnir hans eru bara fáralega góðir, þetta var virkilega vel út frá skákaðunum, þannig að maður má eiga það, en alveg hörku skáka enga sér. En hérna, er þetta ekki eitthvað sem að þú ættir að stefna, bara heimsmeistaratitil? Jú, en sennilega ekki að ég sé að fara að vinna Carlsen í heimsmeistaratitil, sennilega, ég er með heimsmeistaratitil í huga, með dálítið opinn, það er heimsmeistari í skákbóksi. Skákbóksi, já. Ég er komin hart í þá stefnu, ég er æfi bóks og Það er actually keppt í því, það er til. Já, það er bara eina sem ég er að gera bara að því ég er besti skákmaðurinn. Einn sem ég er að gera bara að passa eitthvað rússi sem er alveg upp í Síberíu í -40 pakki fyrir ekki saman og það ekki út í fyrsta lóti, sko. Það er heimsmeistaratitilin sem er svona langar í. Það er svona, mér finnst það líka að því þetta er bara svona guðfæðir, þú veist, heila íþrótta, guðfæðir líkamslegar íþróttar, þú veist, þetta er bara blanda saman. Ég var mjög til að vera heimsmeistari í þessu. En síðan alltaf mun ég halda áfram að taka átt í hverju heimsmeistaramóti sem ég get í skákinni og allt það og alltaf við sjáum hvað situr og gerist þar, skilur við, en hvað er langt þar, við erum að sjá til. Brilliant. Ég allan að mun fylgjast spenntur með þér. Ótrúlega gaman að sjá þig og fylgjast með og sjá hvert þú ferð með þetta. Og ég hef mikla trú á þér líka og ég vona að þú færi bara alla leið. Það er gott að heyra, það er líka bara gott að heyra og segja að skák sér töff, það er svona, Hún er mjög töff, það er engin spurning. Já. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Vignir Vatnar, og gangi þér sem allra best í framtíðinni. Takk. Takk fyrir.